Í þrípunktunum í Canvas valmynd með möguleikum sem eiga við viðkomandi atriði. Hér ég að skoða valmyndina fyrir vikuna sjálfa eða eininguna. Gefum okkur að ég sé komin með svona grunnfyrirkomulag fyrir viku sem ég vil nota aftur og aftur. Ég vil hafa sömu uppsetningu á atriðum í hverri viku. Þá einfalt að afrita vikuna á samt öllu sem í henni. Ég vil tvítaka til að afrita og með því stofna ég nýja einingu, nýtt verkefni, nýjar síður og umræðu með einni aðgerð. Og þetta get ég auðvitað endurtekið aftur og aftur til að búa til fleiri vikur. Titlana svo hægt að laga með því að fara í breyta. En til að laga efni þá þarf að smella fyrst á atriðið og fara svo í breyta. Til að breyta röð atriða þá þetta að draga. En þegar maður þarf að flytja langa leið þá einfaldara að nota aðgerðina færa til. Velja í hvaða vikuskjalið á að fara og svo þetta að velja hvar í röðina í þeirri vikuskjalið á að vera. Nú langar mig að nota samskonar uppsetning á viku í hinu námskeiðinu mínu. Í staðinn fyrir að byggja allt upp á nýtt þar þá ætla ég að spara mig vinnu og afrita vikuna og senda yfir í hitt námskeiðið. Það valið afrita til, hitt námskeiðið fundið. Í þessu tilfelli nota ég bara æfingasvæðið mitt og smelli á afrita. Það geta liðið svona 2 mínútur þangað til vikan verður til á hinu námskeiðinu. Samstarfsmaður minn sá þetta og langar að nota samskonar fyrirkomulag, langar að hafa eins í sínu námskeiði. Svo ég ætla að leyfa honum að njóta góðs af minni vinnu og senda honum vikuna. Þá getur hann flutt hana inn á sitt námskeið. Ég vil senda til, slægi netfangið og smelli á senda. Rúnar fyrir reikningin sinn í Canvas valmyndinni. Í deilt efni, fer í þrípunktinn og flytja inn. Finnur námskeiði sem hann vill setja vikuna á og smellir á flytja inn. Þetta lítur út fyrir að vera einfalt en veldur oft svo litlu misskilningi. Fjarlægja merkir nefnilega ekki að eyða, heldur einungis að fjarlægja atrið úr vikunni eða einingunni. Ég fjarlægi hér verkefni úr viku 1 þar sem að þá enga skila þá. En verkefnið heldur áfram að vera til. Það undir verkefnum í valmyndinni og þar geta nemendur séða. Til að þetta valdi ekki ruglingi hjá nemendum þá þarf ég annarkvort að eyða verkefninu þar eða breyta því og nota til dæmis síðar í námskeiðinu. Það sama gildir síður og skrár. Skrá eitt í skráasafni námskeiðs og síðu þarf að eyða í síðusafni námskeiðsins. Þegar síðu eða skrá eitt þar þá hverfur hún jafnframt úr vikunni, þar sem hún hættir auðvitað að vera til. Hér ég að vinna síðu, búin að setja efni inn á síðu. Síðan var eiginlega betri áður en ég breytti henni, svo nú vil ég fara tilbaka. Ég geti auðvitað bara smellt á hætta við, en í þessu tilfelli var ég búin að vista breytingarnar. Til að bakka útgáfu þá opna maður síðuna án þess að fara í breyta, fer í þrípunktinn og í skoða sögu síðu. Hér hægt að skoða fyrri útgáfur sem ég vistaði af síðunni og velja endurheimta þessa endurskoðun. Ef maður vill frekar hætta við þá bara að smella á krossin. Svo það rúsínan í pylsuendanum. Það kemur fyrir að efni á námskeiði óvart 1 þegar verið að hreinsa til á námskeiðsvefnum til dæmis. Og það í flestum tilfellum hægt að endurheimta það sem maður eyðir. Segjum að ég hafi eitt verkefni sem nemendur voru búnir að skila og mist þess vegna öll skil nemenda í leiðinni. Til að endurheimta verkefnið þá smellt á heim og skástrik undelete bætt við aftan við slóðina í vafranum. Svona. Og svo bara að finna verkefnið. Ef maður hefur eitt miklu þá hér langur listi og svo að smetla á endurheimta og verkefnið kemur aftur inn nánast strax hér undir verkefni. En þetta komið í bili. Takk fyrir.